Jæja, fyrsti leikur eftir gott hlé, vinni með 3, hvernig svona hlýtur það léttir að koma tilbaka og vinna? Já, ég er bara mjög ánægður að ná í 2 stig því að bara fyrsti leikur eins og þú segir eftir hlé og það þarf bara að nálgast á með þetta verður ekkert einhver fegurðarkeppni sko, það þarf bara að leggja inn ákveðna vinnu og mér finnst að gera það nokkuð vel í dag og þess vegna vinnum við. Voru yfir mestalla leikinn en HK náði nokkrum áhlaupum. Þetta var bara, fannst þér eitthvað rið í leikmunu þínum? Já, mér varst svona vant upp á ákveðnar tímasetningar og svona ákveðin gæði í árásunum og svona hjá okkur en þú eru líka bara að mæta góðu HK-liði sem að vildi mikið og lagði sig alla fram, þannig að þess vegna er ég bara ánægður að við allavega mögsuðum þá í þeirri vinnu og unnum minna leik. Framundan svona semir hafmót strax á sunnudaginn aftur og svo í næstu viku. Hvernig eru gíraðir í þetta hafmót? Við erum bara vel gíraðir í það. Það er bara gott að vera komin að stað því að búið að löng pása og við viljum spila handbolta og þess vegna snýst það núna það að hugsa vel um sig og vera ferskir í leikjunum og leggja allt í þá. Garðar seldi til Mosebakk, var gott að halda honum út tímabilið? Já. Kom ekki annað til greina? Nei, það kom ekki annað til greina þar og við erum bara stoltir af því að koma Garðari á jafn flottan stað og hjá jafn öflugur þjálfara eins og Gauja og þetta viljum við gera með okkar menn, koma þeim á góða staði og erum bara stoltir af því en af því sögðu þá Garðar bara eftir einhverja 4-5 mánuði ára að fer út og hann þarf bara að leggja sér allan fram í það verkefni og ég veit að hann gerir það, þannig að hann þarf bara að halda árum að stækka.